Jesús, við bara lofum þitt nafn. Við erum samankomin til að tilbiðja þig, tigna þig, upphefja þig. Þóttum við gefum þínu nafni dýrðina. Við segjum hversu dýrmætt nafn þitt alla jörðina. Takk Jesús að þú ert Guð vors lands. Þú ert lands vors Guð. Við getum lofað þitt heilaga nafn. Á helgum stað. Frans ég
Ragnar Snorri til okkar. Við látum stefnumótið hafa áhrif á okkur. Og það ekki óeðlilegt að við sem kristnir einstaklingar, við fáum að lesa okkar stefnumót í þessari frábæru bók. Veistu það að þú átt von á stefnumóti innan skamms. Stefnumót við Guð almáttugan, skapara heimins og jarðar. Stefnumót við frelsararinn Jesúm Krist. Og mér langar til þess að við förum svolítið inn í það mál í dag. Því að Drottinn hann hefur áætlun. Ég hef vanið mig á það að þegar ég kem hingað til ykkar í Keflavík og ætla að tala þetta til ykkar, þá skipti ég mig alltaf föt. Ég set upp slaufu og ég kem til ykkar af því að ég vil sýna þessu samfélagi ákveðna virðingu. Ég vil sýna orðið Drottins og því sem við gerum hér, ég vil sýna því ákveðna virðingu. Ég mæti ekki hérna í gömlu fötunum, ég man einu sinni eftir því þegar ég var, ætli það ekki verið 12 ára gamall, 11 ára. Þá var ég á Kotmóti í Fljótshlíð, þar sem Kitty var núna helgina. Og það var svo mikið spennandi fyrir mig sem ungan dreng frá Vestmannaeyjum að koma þarna á sveitabíli. Því þegar ég var á sveitabílinu þá sá ég sko ekki bara hundana og gæsirna sem voru þarna gangandi alls staðar. Þarna voru líka svín og þarna voru nautinn og kýrnar og ég bara fór úr tjaldinu og í mínum fötum og ég fór hinga og þanga og skoða svínin og svo þegar ég kem hérna í svínabúið þá áttaði ég mig á því að það komi samkoma. Svo ég fer þaðan úr svínabúinu og bara beint á samkomu og þegar ég geng eftir salnum eða gólfinu í salnum þá heyri ég bara í fólkinu. Þá fann það lyktin af mér. Ég hélt að ég væri bara í hreinum og fínum fötum, en ég var alveg greinilega vottur af því að ég var ekki á réttum stað með svona lykt. Það var ákveðin svínafíla sem fylgdi því að hafa farið inn í svínastíuna og koma sér inn á samkomu. Mamma þreif í mig, keyrði mig út úr bekknum og ég þurfti sko að fara út í tjald og skipta föt. Það var ekkert annað. Svona þetta stundum með okkur. Við vitum ekki almennilega hvaða lykt kemur af okkur þegar við komum þannig kringumstæður. Við erum ekki alveg örugg á því að lyktin af okkur sé góð en það er þetta spurningum þetta andlega og þetta líkamlega. Og við getum séð og litið út fyrir að vera alveg ljómandi vel útlítandi en það þarf ekkert endilega að vera að lyktin af okkur sé nógu góð. Og þannig þetta stundum með okkur, manninn og syndina. Guð, hann veit hvaða við komum. Guð veit í hverju við höfum að taka þátt. Og Guð ekki inn á því að við eigum að vera angandi af brennisteini þegar við komum til himinsins. Við eigum að vera með ilm þekkingarinnar og við eigum að vera með ilm Jesú Krist. Apostolur talar þetta við Kórinthumenn. Og nú langar mig til þess að við eyðum þessum tíma sem framöndan allavega hálftíma eða 20 mínútum. Ég skal ekkert vera rosalega langorður, en það akkurat þetta sem ég langar að tala með ykkur. Og það þá sú áætlun sem Guð hefur með stefnumótið okkar. Hann ætlar að mæta okkur og það verður okkur til góðs. Og þegar Guð að undirbúa sitt stefnumót, þá vitum við að hann ekki að fara í ykkur dómaragalla eða klæða sig í sleggju eða vera með ykkur rosaleg vopn í hendi. Hann verður stöðulega kærleikurinn,
miskunnsemin, frelsarinn, og hann sá sem að hefur faðminn sinn opinn fyrir þig og fyrir mig. Komdu með mig núna í Mattheus 24:34. Það áætlun Guðs í okkar lífi. Ég notaði þennan ritningarstað í síðustu ræðu af því að mér finnst það svo merkilegur að hann segir við okkur þessi kynslóð, hún mun ekki líða til lok uns allt þetta komið fram. Þessi kynslóð mun ekki líða til lok uns allt þetta komið fram. Þetta fyrsta glæran Torfi. Torfi náttúrulega að stýra glærunu núna og við getum sett glæruna upp eða þá við setjum bara svona ritningarstaði upp. Og þessi áætlun, þessi orð Jesú Krist eru okkur til hjálpar. Þetta gerir það verkum að við höfum ákveðna stilling og tíma. Við erum með okkar eigin tíma, við vitum það að þegar við erum hér á Íslandi, þá erum við ekki með japanskan tíma. Ég stilli klukkuna mín ekki miðað við Japan. Ég stilli hana miðað við Ísland. Og þetta er alþekkt hjá okkur og það svo eðlilegt fyrir okkur sem kristnir einstaklingar að við berum okkur saman og við stillum trúarklukkuna okkar miðað við orð Guðs. Hvað orð Guðs að segja? Og hvers vegna skiptir þetta miklu máli fyrir okkur? Jú, þessi kynslóð, áætlunin sú að við fáum að vera þáttakendur í stærsta atburði mannkynssögunnar eftir dauða og upprisu Jesú Krists. Það ekki til neitt stærri atburður en sá atburður þegar Kristur kemur á skýjum himins í mætti og í veldi og í mikilli dýrð og við fáum að vera með honum. Og þá hann kominn hingað til jarðarinnar til þess að taka völdin, til þess að eigna sér jörðina, til þess að vera stjórnandi alls jarðríkis. Enda vitið þið að þegar hann kvaddi jörðina, þá sagði við lærisveinana í lok Mattheusar Guðspjalls, allt vald mér gefið bæði á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum, eða kristnið allar þjóðir. Búið til lærisveina af öllum þjóðum. Og svo sagði hann við þá, og ég mun koma þaðan. Ég mun koma þaðan. Þetta eru stóru atriði í trúarjátningu kristinna manna. Það alveg sama hvaða kirkjudeild þú nefnir, þá kemur fram þessi trúarjátning að hann mun koma þaðan til þess að dæma lifendur og dauða. Svoleiðis að við mætum Jesú Kristi. Hvernig líst þér það? Ég mun koma þaðan til þess að dæma lifendur og dauða. Svo þetta alveg stórmerkilegt atriði að meira þess að hinni dauðu sem eru farnir á undan, þeir munu mæta Jesú Kristi í þeim dómstað. Og það veist þú með því, hvort þú ert lifandi núna eða ekki lifandi, að þá munt þú þurfa að mæta Jesú Kristi því að hann dómari alls jarðríkis. Og það var, eins og Job segir, það var mér til góðs. Þið veitir, það var mér til góðs. Að mæta Jesú Kristi ekki ógn og skelfing. Að mæta Jesú Kristi ein mesta dýrð sem að þér getur hlotnast að fá að vera hluttakandi í hans ríki. Og nú langar mig að við förum svolítið inn í hvað að gerast í okkar tíma sem bendir til þess að þessi atburður sé skammt framöndan. Eitt af því sem Jesús Kristur varaði okkur við. Og sjáðu þessa glæru sem ég er með. Eitt af því sem hann varaði okkur við. Það munu koma falskristar og falsspámenn. Sjáu þið þá? Eru þeir í gangi? Það út alla veröld. Vitið af hverju Sýrland að fara svona illa? Vitið af hverju verið að drepa Yazida og alla þá sem að þarna eru? Þetta vegna þess að þeir vilja hreinsa til í landinu í staðins að fyrirgefa sína kærleika og gera það sem við vitum að Jesús Kristur hann Guð miskunnseminnar. Hann Guð kærleikans. Hann Guð sem gaf líf. Hann sá sem bannar okkur að taka líf. Og þetta svo athyglisvert hvernig kristin trú kemur fram með eðli Guðs. Hann stelur ekki, hann gefur. Við þess vegna eigum ekki að stela
við erum að gefa af okkur. Hann tekur ekki líf, hann gefur líf. Og þegar Jesús Kristur kom inn í þennan heim, þá var hann ekki kominn til þess að taka líf gyðinga, hann var kominn til þess að þeir fengju að njóta hans lífs. Hann gaf sitt líf til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þetta eru stefnumótin sem Drottinn er með. Svo eru mennirnir að búa til nýja leið. Eins og þessir höfðingjar sem þarna eru, þetta eru margar mismunandi trúar útgáfur. Þarna eru buddistar og katólskir og þarna eru Jehóvavottar og ég veit ekki hver ósköpunni að þeir í gangi og Múhameðs trúamenn og allt þetta. Hvað eru að gera? Jú, þeir eru að búa til ný trúarbrögð. Þeir eru að búa til frelsisleið fyrir mannin. En hver bjóð til þessa frelsisleið? Var ekki Jesús Kristus sem kom til þess að vera vegurinn, sannleikurinn og lífið? Af hverju þurfa menn þá að búa til eitthvað nýtt? Er það betra en það sem Guð lagði til? Þess vegna segir þetta við ykkur, gangið í Guðs veg, fariði eftir Guðs orði og leyfiði Guði almáttugum sem skapaði þig í sinni mynd. Fá þetta orð inn í þig. Og mér finnst alltaf merkilegt líka, þegar við tökum þetta fyrir, hvað er verið að bjóða okkur upp á? Eitt af einkennunum sem að kemur líka fram, þegar er svona menn búið til ný trúarbrögð, þá koma falskristnar og falsspámenn, þá kemur fráhvarf. Menn eru að taka í burtu reglurnar, veginn, fyrirmyndina sem Guð hefur sjálfur sett. Og hvert erum við komin í dag? Þegar ég var að kenna fyrir nokkrum árum, að þá var ég rekinn vegna þess að ég talaði á móti þessari heimspeki og sjáu hvert þessi heimspeki kom. Það er svo athyglisvert, settu nú næstu glæra á torri. Það fráhvarfið er orðið svo öflugt að það er, ég sjáu hérna, það er börn í rúminu, það er verið að lesa fyrir kvöldbænir og þarna er foreldrið með skjöld til þess að hindra nýja heimspeki regnbogans. Og hvert er regnboginn komin? Nýji biskupinn á Íslandi við lúthersku kirkjunni, hún er búin að krýna sig heimspeki regnbogans. Það verið betra dæmi fráhvarf frá kristinni trú. Þetta er svo heimspeki sem að Páll postuli bendir á að menn munu ekki erfa Guðs ríki í þessari heimspeki. Er þetta lausnin og leiðin? Frammi fyrir þessu stöndu við. Hvert erum við komin? Eigum að fara aðeins annað? Við eigum það til nefnilega að taka trúnn okkar og prýða hana gera hana flotta. Ef þú ert með flott skraut, þú ert með gyllta krossa og þú ert með gullskraut hér og þar og þú ert með alls konar dýrlinga og engla og svoleiðis, farðu inn í katólska kirkju og horfðu á hvaða skraut þeir eru konir með. Þeir eru allstað með eitt í það minnsta. Þeir eru með myndir af því sem kalla Via Dolorosa. Þeir benda á þjáningarleið Jesú Krists. En svo skreitaði kirkjuna með alls konar englum, alls konar myndum og styttum vegna þess að þjáningin hún allt í einu, hún er minnkuð og það kemur ykkur önnur dýrkun í staðinn. Dýrkun á engla, dýrkun á Maríu mey. María mey, hún er sögð vera konan með náðina, hún er sögð vera sú sem að allir vilja hafa vegna þess að hún er konan sem frelsar okkur. En Jesús Kristur er settur í skuggan. Það er engin annar frelsari heldur en Jesús Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Er ég með? Af hverju er ég að benda ykkur á þetta? Ef við sjáum fráhvarfið komið, við sjáum ný trúarbrögð vera að myndast og við sjáum alls konar hégiljur rísa upp í samfélaginu, þá veistu að tíminn er að breytast. Við förum í næsta, hvernig bregðum við gagnvart alvörunni. Upp frá þessu tók Jesús að sína lærisveinum sínum fram á að hann ætti að fara til Jerúsalem. Líða þar margt af hendi öldunga, æðstu presta og fræðimann og verða líflátin að rísa upp á þriðja degi. Og Jesús Kristur vissi þessi áætlun. Það var stefnumót hans við krossin, við þjáninguna, við erfiðleikana,
Hverjum datt í hug að hann hefði barinn svona með svipuhöggum og svipum að það var ekki skinntækl á bakinn á hann? Hverjum datt í hug að hann fengi svona útreið? Þetta var maður sem gjörði gott, gekk kring og græddi alla þá sem að djöflum voru undir okaðir. Af hverju fékk hann þessa útreið? Af hverju þrýstu þyrni kórunu á hann? Hann átti allt betra skilið. Hann gerði það þín og mín vegna. Af hverju átti hann þetta stefnumót? Hann tók þetta á sig því þetta var samkvæmt áætlun Guðs. Það var áætlun Guðs sem rættist. Og Pétur, sem að heyri Jesú tala þetta, sjáðu hvað hann segir. Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. Guð, náðu þig, Herra, þetta má aldrei koma fyrir þig. Hverju svaraði Jesús það? Vík burt, Satan. Vík burt, Satan. Og þetta svo mikilvæg hugsun sem kemur hérna fram vegna söfnuður lifanda Guðs, söfnuður Jesú Krist. Hann á að hafa alveg samskonar viðhorf gagnvart áætlun Guðs í dag. Hann á ekki að láta djöfulinn trufla sig eða eyðileggja. Jesús Kristur ekki að gefast upp og hætta við sína frelsis áætlun. Hann ekki hættur að frelsa menn og snúa mönnum frá synd til réttlætis. Hann kominn til þess að búa sér líkama þar sem að hann býr og við verðum hluti af líkama Jesú Krist, hönd hans og fótur vegna þess að við erum í honum. Og þegar Drottinn fær að vera í okkur og við í honum, þá fara hlutir að breytast. Við fáum að breytast. Jesús sneri sig við Pétur og mælti: Vík frá mig, Satan, þú ert mér til ásteytingar, þú hugsar ekki það sem Guðs heldur það sem manna Getur verið að þetta sé það sem að aftra þér og hefta þig í framgöngunni með Guði? Þú hugsar ómikið það hvað manna hvað menn segja, hvað álit þeir hafa, hvað segir samtíminn. Jú, við erum ekki nógu þetta eða nógu hitt. Ef að menn segja þetta svona okkur, leifum áætlun Guðs koma í gang. Leifum henni vera til staðar. Hvað Guðs og hvað manna, getum við spurt. Því það alltaf mjög mikilvægur þáttur fyrir þig og mig að við sem kristnir einstaklingar, við gerum okkur grein fyrir hvað Guðs og hvað manna. Biblían, hún okkur gefin til þess að við lesum hana svo við sjáum og þekkjum munin á hvað Guðs, hvað manna. Þú sér fullt af sögum í Biblíunni sem gerir mennina alls ekki góða. Það voru eins og konungar í Ísrael og Júda sem að neituðu að fara eftir Guðs orði, og við að tala þetta saman í bílinn, ég og konan hingað, að þá vorum við að tala hvernig stendur á því að við getum séð að maðurinn í dag, hann á svo auðvelt með að beygja og sveigja sig aftur inn í skurðboð, taka einhvern hégóma. Við förum að dýrka eitthvað sem við eigum bara alls ekki að dýrka. Það á engin annar að koma í staði fyrir Jesú Krist. Hann toppurinn, hann frelsari, hann vegurinn, hann lausnari, hann græðari. Ef þú ert í vanda, komdu með vandarinn til Jesú. Og það hugafar hans sem að þarf að komast inn í því vegna að Drottinn vill fá að lýsa þér í gegnum þær kringumstæður og það sem þú ert að glíma við. Það einkenni á þeim sem að hafa verið í alkohólisma. Ég veit að svo marga tala þetta saman. Þegar Kristur kom inn í þeirra líf, þá hvarf Bakkus út. Af hverju? Bakkus eitthvað annað en bara okkar tilfinningar? Hvað gerðist þegar Kristur fær að lýsa hugar ástandi okkar? Og þá sjáum við allt í einu, ef að Kristur getur breytt alkohólistanum og eiturlyfja fíklinum í heilbrigða mannveru, hvað þá Kristur? Eigum við þá ekki að boða hann? Og ég segi við alla, hvort sem að þeir eru alkohólistar fyrirverandi eða núverandi, eða eiturlyfjun eða í vandræðum, láttu orð Drottins leiða þig. Því þetta var sagt á dögum Davíðs konungs, með hverju getur ungur maður haldið vegi sínum hreinum. Með hverju?
með því gefa gaum að orði Drottins. Eiga stefnumót við orðið. Eiga stefnumót við hugsun Guðs. Eigum að halda áfram aðeins með þetta. Jörðin viknar og kiknar, segir Jesaja. Heimur bliknar og kiknar, tignamenn líðsins á jörðu bliknar. Þannig að þeir eru ekki til góðum stöðum. Þetta sagði Jesaja 600 ári fyrir Krists burð. Svo heldur hann áfram. Jörðin vanhelgast undir fótum þeirra er á henni búa. Því þeir hafa brotið lögin, brjála boðorðunum, rofið sáttmálann eilífa, þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þetta er Jesaja 24, vers 4-6. Og sjáu því hvernig hegðun mannsins, þetta var alveg kristaltært hjá Jesaja, að hegðun mannsins, hún hafði áhrif á náttúruna. Nú heyrir ég að hegðun okkar, ef við veit á bensínbíl eða olíubíl, þá er þetta eyðileggja andrúmsloftið. Og menn eru endilega að fá það til þess að fara inn á rafmagnsbíla vegna þess að þeir átta sig á því það er eitthvað tengsl milli hegðunar okkar og því sem er að gerast í náttúrunni. Jesaja, hann sá þetta ekki tengt olíu eða bensíni, hann sá þetta tengt bara hegðuninni. Ef við brjótum boðorð Guðs, lögmál Drottins, þá hefur það áhrif á náttúruna. Og svo segir hann líka við okkur, sko, það er merkilegt. Þess vegna farast íbúa jarðarinnar af hita, svo að fátt manna er eftir orðið. Það eru misgjörðir yðar sem skinnað hafa gjört milli yðar og Guðs yðar, og syndir yðar sem byggt hafa auglýtt hans fyrir yður, svo að hann heyrir ekki. Og takkir eftir því þetta er merkilegt. Hvað er ekki margir sem eru að glíma við eigin vanda vegna þess að þeir leyfðu sér að fara út í óreglu í lífinu. Það kom niður á þeim sjálf og það var eitt einkenni hjá þeim. Þeir bara letu ekki orð Guðs leiða sig. Það bara hafði engin áhrif á þá. Það var ekki fyrir þeir voru að taka mark á því sem orð Guðs sagði að það kom einhver breyting inn í þeirra líf. Og ég vil bara benda ykkur líka á annað atriði sem að mér finnst mjög athyglisvert. Við heyrum núna mjög gjarnan fréttir Gaza. Og þetta fólk á Gaza, það á virkilega samúð mína. Og við skulum ekki halda það að þetta fólk sé eitthvað verra fólk, öðru fólki. Þetta er fólk sem að tók skakkar ákvarðanir, fekk yfir sig ranga ráðherra og ranga stjórnendur og það líður fyrir það. Í dag er Gaza rústir einar. Rústir einar. Og vitið þið, Jóel, spámaður, hann er búinn að tala þetta. Þetta er eitt af þeirra mestu táknum sem við höfum hvert við erum komin að stefnumótinu í Jesú Krist. Hann er að koma og sjáu þetta er athyglisvert, það kom fram, setur glærin á Torfi, það kom fram 70% íbúa Gaza voru sammála Hamas. 70%. Hvað kom yfir það? Rækti sér þannig óskinn köld að enn í dag bera þeir hennar kjöld, sagði Hallgrímur Pétursson við gyðingar. Þá eru gyðingar til landlausir, reikandi á jörðinni vegna þeirra stóru mistaka að þeir sögðu burt mun hann gefa oss Barnabas lausa. Það er ekki alveg sama hver er fylgimaðurinn eða fylgifiskurinn í þínu lífi. Hver er þér við hlið? Jesús Kristur, hann fekk ekki að leiða hvorki gyðinga né Palestínu-araba og þeir eru að tala það núna að Palestínu-araba þeir útrýmdu kristni á sínu svæði. Það er sama að gera eftir Sýrlandi. Þeir eru að útrýma kristni á Sýrlandi. Eitt af því sem við fáum að vita í Biblíunni að kristnin, hún er fyrst rótum í Sýrlandi. Það eru lægur sem er fyrst kallaðir kristni, mun eftir því, í Antíókíu. Og það var svo merkilegt að þaðan var Páll postuli sendur út sem kristni boði. Bæði til gyðinga og heiðingja og söfnuðurinn í Antíókíu og söfnuðurinn í Sýrlandi. Þetta var örast vaxandi söfnuður á sínum tíma. Það eru ennþá leifar af þeim söfnuði í Sýrlandi. Þetta eru systkini sem við þurfum að biðja fyrir. Drottinn hefur fengið að varðveita þau. Af hverju er verið að ýta þeim í burtu? Af hverju er verið að taka þau í burtu? Hver er að ná völdum? Getur verið að við þurfum átt okkur á að illskan í heiminum,
hún líka að heimsækja okkur hér. Hún líka enn í dag að rísa upp. Afar skyndilega mun ég láta gjörðir í það koma sjálfum yfir í koll, segir Jóel 3, vers 4, og þetta vers 9. Hvernig fór fyrir borgarstjórn Reykjavíkur? Hvað hefur að gera fyrir Reykjavík? Hvernig stendur á því að borgarstjórn Reykjavíkur, hún missir völdin fyrir rúmu ári síðan, þá voru að leyfa palestínumönnum að vera með tjaldbúðir og hengja fána upp á Austurvöll og mönnum þóttu bara alveg nóg Reykjavíkurborg, hún tók þátt í því að andmæla gyðingum sem við eigum bara alls ekki að gera. Við eigum að biðja fyrir þeim. Og sjáu þessa hérna mynd sem ég setja næstu mynd á. Mér finnst það mjög athyglisvert að í Jóel 3 talað að örlög Sababúa, örlög Gasabúa, Fílistea, verða þau að þau verða sendir frá Gaza til Saba. Hvað Saba í dag? Saba heitir Jemen. Þetta sjá spádómana rætast að þeir verða bara teknir frá Gaza og sendið til Jemen. Alveg sama hvað Sameinuðu þjóðirnar segja, hvað Evrópubandalagið segir, hvað Vestrænu ríki segja, það sem að Guð hefur talað, það mun bara rætast. Ég aðeins að fá að halda áfram með ykkur í þetta, vegna þess að fyrst við komin inn á þetta svæði með gyðingana, þá alveg stórmerkilegt að við getum rekið það, rakið það, að sú saga að rætast að gyðingar að fá musteri. Í dag ekkert musteri hjá gyðingum. Getur það verið að við séum sjónavottar við þessi kynslóð sem ekki líðandi lok, uns allt þetta komið fram, að við séum að vera sjónarvottar af því að gyðingar að fá að byggja upp musteri. Það mynd af einu manni sem ég ætla að fá að sýna. Það verður að reisa musteri, segir hann, vegna þess að það eina leiðin til þess að afmá syndir Miðausturlanda. Og hann reyna að fá alla bæði gyðinga og araba til að skilja það að musterið verður að koma því að Guð almáttugur vill fá þetta musteri. Við sem erum kristinn, við vitum að við þurfum ekkert musteri, því að við erum musteri heilags anda. Og það eru við sem eigum að fá að njóta þess að vera í samfélaginu við drottinn Jesú Krist. Andi hans á að búa í okkur, en gyðingarnir annan skoðun. Og það þarf líka að rætast að það þarf að koma maður fram sem ætlar að setjast að í musteri Guðs og gera sjálfa sig að Guði. Þetta það sem að Biblían talar að einkenni Antikrist. Erum við að fá þennan tíma inn? Eru gyðingarnir að berjast fyrir því að musteri rísi til þess að hús fyrir Antikrist muni koma? Og sjáðu næstu glæru, ég er með þessa glæru líka. Ég tengi saman rauðu kvígurnar, ég veit ekki hvað við viti mikið það, en það var fyrir einhverjum 3 árum að þá var bandarískur bóndi sem gaf 5 rauðar kvígur frá Texas og flutti það til Jerúsalem. Og hvers vegna? Jú, þeir þurfa að búa til hreinsunarvatn. Alveg sama og talar í Hebreerbréfinu 9, þegar við talar hreinsunarvatni sem við verðum að hafa til þess að það sé hægt að hafa helgi athafnir í musterinu. Og þá gerist það. Það sest að í musteri Guðs og gerir sjálfa sig að Guði, samkvæmt öðru Þessalóníkubréfi, öðrum kapítóli og 4. versi. Og þetta eru gyðingar búin að gera 9 sinnum í sinni sögu. Þeir hafa fengið rauða kvígu frá dögum Móse til okkar daga, þá búið að fórna 9 rauðum kvígum, brenna þær og búið til hreinsunarösku. Og vitið hvað þetta alvarlegt? Þetta byrjunin á því að þeir geta reist musteri, því þeir þurfa að helga musteri. En arabarnir, þeir bara skilja þetta. Þeir bara áttu sig bara mjög vel á þessu. Ég ætla að fá að sýna ykkur næstu glæru. Og það glæran einmitt það, þegar Hamas sendi út skilaboð. Það svona 14. janúar í fyrra, 2024. Þá voru búin að ráðast á Ísrael og búin að gera allt vitlaust og þá kemur upp þetta hjá þeim. Þeir sendi þetta á heimasíðu þeirra
ástæðan fyrir því hvers vegna þeir réðust á Ísrael. Það var vegna þess að þessar rauðu kvígur sem þeir eru með, þessar miklu hégilju, eru að stoppa hana. Þeir vilja ekki að gyðingar fá að búa til þessa ösku sem býr til hreinsun af vatni. Þeir vilja ekki að gyðingar fá möguleika á því að reisa musteri og þá fóru þeir af stað. Og Arabarnir tóku mark á rauðu kvígunum. Þeir tóku mark á orðinu og þeir ætla að reyna að hindra það. Hvert eru við komin? Við erum á stefnumóti við mjög merkilega tíma. Við erum á stefnumóti sem þú og ég sem kristnir einstaklingar eigum að átta okkur á að tíminn er mjög stuttur sem við höfum hér á þessari jörð. Kristur er að koma. Og mann aðeins fylgja þess eftir. Komdu með mér í þennan þátt að jörðin kynnar og bliknar og allt það sem við vorum að lesa á það. Refsingi sem við höfum til unnið, segir Biblían, kom niður á honum. Jesús Kristus stoppaði reiði Guðs á sínum tíma og hann tók reiðina á sig, svo við sluppum. Þess vegna segjum við auðvitað, takk Jesús. Við minnumst þessa, við bæði brauðsbrotningar og altarisgöngur, við sluppum af því hann tók reiðina og dóminn á sig. Sjálfan dóminn. Svo segir hann, það eru varnarorð til sagnarinnar. Af því þú hefur varðveitt orðinu þolgæði, mun ég og varðveita þig frá reynslustundinni sem koma mun yfir alla heimsbyggðina til þess að reyna þá sem á jörðinni búa. Við þurfum nefnilega þolgæði því að reynslustund kemur. Vertu alveg rólegur, reynslustundinni fylgir gjöf Guðs. Og þegar þú heldur við drottinn Jesú Krist, þá byggir það upp þolgæði hjá þér. Þetta er gott orð, þetta íslenska orð, þolgæði. Þú verður þolinn og það verður gæðamat hjá þér. Þú þolir reynslur, þú þolir þrengingar, þú þolir erfiðleika vegna þess að þú veist hver er með þér. Þú veist hver er þér við hlið. Þú veist hver er að hafa áhrif á þig. Það er Drottins Jesú Krist. Þessi reynslustund, við köllum hana þrengingar að miklu. Veistu það, þú átt ekki að lenda í henni. Kristur tók hann á sig. Þú átt að vera laus við þrengingar að miklu. Þú þess vegna þarft á samfélaginu við Drottinn að halda. Ekki gleyma því. Ræktaðu samfélagið við hann á hverjum einasta degi. Hann er þinn vinur, hann er þinn frelsari, hann er þinn lausnari og hann er þér allt. Það skiptir öllu máli að við höfum Drottinn Jesú Krist með okkur, að við vitum líka hvert er stefnumótið. Áætlun Guðs er sett fram í ritningunni til þess að við megum þekkja. Við erum komin að þessum tíma. Þessi kynslóð mun ekki líða undir lok uns allt þetta er komið fram. Má ég taka næst fyrir? Benda ykkur á nýtt atriði. Reynslustundin kemur, samkvæmt Jesaja 24. Því þeir hafa brotið lögin og brjána boður og allt það, ég sýndi ykkur það áðan. En hann mun, samkvæmt Opinberabókinni, varðveita þig frá reynslustundinni. Opinberabókin 3:10. Ég mun varðveita þig frá reynslustundinni. Þetta er kveðjan sem söknuðurinn fær. Og þá skulum við aðeins athuga, hvað mætir okkur þá? Ef hann varðveitir okkur frá reynslustundinni, ef við vitum að þessi tími sem er að koma, við getum ekki flúið hann, þetta er allt samkvæmt áætlun. Þetta er allt samkvæmt því sem Guð vill að við látum koma fram. Við getum auðvitað sökt okkur niður í nýju myndirnar sem er að gerast. Ég var að tala um það síðast, að Evrópa væri að rísa upp núna sem sterk heimsálfa. Og við erum að sjá dýrið rísa upp af hafinu, setja næstu glæri átófi. Og þið sjáum að við getum alveg drekt okkur í tölunni 666. Við getum alveg farið að spjalla þetta alveg endalaust. En óttist ekki, þetta eru einmitt atriðin sem Drottinn ætlar að frelsa þig frá. Hann ætlar ekki að láta þig verða að tapa fyrir þessum andkristilegu áhrifum. Svo hvað gerum við? Við höldum okkur við Drottinn. Og þá vil ég fara með ykkur í söguna. Þetta er bara
lok ræðu minna, að fá að fara með ykkur í söguna af Jerúsalem og hlutverkið sem að Jerúsalem hefur. Við heyrum bara. Það er allsstaðar og við erum hvött til alltaf að biðja Jerúsalem frið. Takk eftir, biðja Jerúsalem frið. Við með þess að syngjum þetta hér í þessum samkomum. Þarf ekki Damaskus líka frið. Þarf ekki Tyrkland að fá frið. Þarf ekki Spánn frið. Þarf ekki öll Evrópa á friði að halda. Þarf bara ekki Ísland sjálft á friði að halda. Og hvað með þitt heimili? Og hvað með þitt hjarta? Þarf það ekki líka á friði að halda? Friður Guðs sem er æðri öllum skilningi, segir Páll postuli, varðveiti hjarta yðar og hugsanir. Megum ekki biðja þetta yfir land okkar og þjóð? Jú, og við erum að biðja þetta yfir Jerúsalem. Af hverju? Guð hefur nefnilega tengt nafn sitt, Jerúsalem. Hann talar tvenns konar Jerúsalem, önnur er á himnum og hin er á jörðu. Og það er svo merkilegt með þá Jerúsalem sem hér er á jörðu, hún hefur gengið gegnum þrengingar og þjáningar öldum saman. Það búið að vera eilífur ófriður í kringu Jerúsalem. Og Esekiel, hann fékk sýn. Og Guð talaði við Esekiel í 4. kapítuli Esekiel. Og það er svo athyglisvert með þá sýn að honum var sagt, settu næstu glæru fyrir fram að þessa, honum var sagt að leggjast á hliðina, búa til jarðhryggi og gera þannig að Jerúsalem hún væri eins og undir, hún var umkringd, óvinna her. Og þá komum við í Esekiel 4 og þú átt að liggja á hægri hliðinni í 390 daga, segir Guð við Esekiel. Og ég veit að ekkert okkar vildi fá þá skipu frá Guði, liggðu bara á hægri hlið í 390 daga. Það er rúmt ár. Hver dagur þýddi 1 ár. Þannig að Jerúsalem, hún átti að vera umkringd og í þjáningum í 390 ár sinnum 7. Á hvað segir það? Vegna þess að það gerist svoleiðis að þegar Guð var búinn að tala við Móse þá sagði hann, ef að ég sendi ykkur spámann eða boðskap og ég læt ykkur vita og þið takið ekki við því, þá fáið þið 7-falda tyftun, er sagt í íslensku biblíunni. Svo ef við tökum þessast tölu 7-fald tyftun sinnum 390 daga eða ár, þá margföldur þetta saman og við fáum út að 390 sinnum 7 eru 2730 ár. Það er langur tími. 2730 ár. Hvenær var Jerúsalem fyrst umkringd óvinna virkjum? Það var þegar Assýringar komu. Þið getið lesið þetta hjá Jesaja. Þá ættu þeir að ráðast á borgina og Jesaja segir við Hiskja Júdakonung og þetta er alveg óhættur. Því þeir eru ekki einu sinni skjóta einni inn í þessa borg. Þetta er 700 fyrir Krist. Þess vegna tek ég 700 frá þessum 2730 og þá fæ ég bara út árið 2030. Það eru 5 ár sem Jerúsalem á eftir í þjáningu. Má ég reikna þetta svona? Nú áttu að setja næstu glæru á. Og það er vegna þess. Ég reikna þetta svona vegna þess. Ég tek svona Daniel með til fyrirmyndar. Daniel spámaður segir frá því í 9. kapítulunum að hann fór að reikna út, hann fór að lesa Jesaja, Jeremíu. Og Jeremíu spámaður sagði við hann, þið munu verið í herleiðingu í 70 ár. Og Daniel bara tók spámanninn á orðinu og hann fór að biðja. Og ég geti lesið þetta í 9. kapítula Daniels bókar. Daniel bað, Guð, þú sagðir 70 ár, nú eru 70 árin að líða, er komið lausnartími. Og Daniel tók mark á því sem spámaðurinn sagði. Og ég tek mark á því sem Esekiel sagði. Getum við lyft okkur að reikna þetta svona út og miða við það að þetta mun allt koma fram á þessari einu kynslóð sem mun ekki líða til lok, þá erum við bara að koma að þeim tíma, kæru vinir,
að á okkar næstu 5 árum þá munum við sjá mikil og stórkostleg undur gerast. Þú mátt eiga von á því að Jesús Kristur birtist á skýjum himins í mætti, í veldi og í mikilli dýrð. Og hverjum það til góðs? Það ekki öllum þeim sem að varðveita sjálfa sig í trú og halda sig fast við orð Drottins Jesú. Að síðustu vil ég bara nefna þetta hérna við ykkur. Við getum haldið áfram alveg endalaust í þessu og það svo ákaflega athyglisvert þegar tiftunin á sér stað. Þegar Guð stendur við sín orð og við erum að sjá að jafnvel orð úr 4. Mósebók að rætast hjá okkur í dag og Guð tekur tillit til þeirra bókar. Hann lætur orði Drottins sannarlega vera ráðandi afl enn í dag, alveg sama hvað okkur líst. Áætlun Guðs, hún breytist ekki. Hann heldur sér á við hann. Það eina sem við þurfum að gera, við þurfum að ná okkur sjálfum og koma okkur inn í áætlun Guðs. Ekki það að Guð stýri mínu lífi eins og ég vil hafa það, heldur að ég láti mitt líf falla af hans vilja. Verði Guðs vilji, svo jörðu sem á himni. Segjum við þetta ekki Faðir vorunum? Verði þið vilji, svo jörðu sem á himni. En við kannski meinum, Guð, verði minn vilji. Þú bara kippur sér lag, sko, Guð, þetta, ég er bara að koma öll í hnút og það allt saman meira minni vandræði hjá mér, verði minn vilji samt. En okkar vilji leiðir okkur svo óskaplega oft í ógöngur. Viðvaranir sem Guð gefur okkur einmitt til þess ætlaðar að við forðumst þessa freistni. Og elsku vinir, það svo stutt þangað til að stórkostlegir hlutir að gerast. Ég ætla að fá að enda þetta á þessari glæru. Guð gefur okkur tækifæri til að forðast freistni og hann segir við okkur í Ópenbarabókinni 13:16 það lætur alla smá og stóra, auðug og fátæka, frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða enni sín og kemur því til leiðar að enginn getur keypt eða selt nema hann hafi merki dýrsins. Þetta verður. Áætlunin, hún stenst. En þú og ég, við eigum ekki að falla fyrir þessu. Við eigum að vera örugg í hendi Guðs áður en að þessu kemur. Og svo segir tímabili í Danielsbókinni, ég ætla að enda það, 77 ákveðna líf þínum og þinni heilugu bók til þess að drýga glæpinn til fulls, fylla mæli syndana, til þess að friðþægja fyrir misgjörnina og leiða fram eilíft réttlæti til þess að innsigla vitrun spámanna og vígja hið háheilaga. Til þess kom Jesús. Til þess var náði sett. Til þess leiðan og dó. Það voru orð í Danielsbókinni sem útskýrðu fyrir læru sínum hvers vegna Jesús Kristur kom. Nú eru orðin bæði í Danielsbókinni, hjá Jesaja, hjá Jóel, í Ópenbarabókinni, þau eru þér gefin til þess að megi vita hvað til friðar heyrir, hvað framundan hvað Drottinn ætlar að gera í okkar veröld. Fréttirnar á morgun, þær að finna í Biblíunni í dag. Og það skiptir öllu máli að við sem erum leidd af anda Guðs og þekkjum orð Drottins, við vitum að þetta ekki sagt okkur til tjóns, þetta sagt okkur til hjálpar, okkur til verndar, okkur til varðveislu. Áætlun Guðs, hún stenst. Megi Drottinn Jesús Kristur blessa ykkur og þakka ykkur fyrir góða áheyrn. Þetta kannski allt og flókið fyrir ykkur, en það má alveg ræða þetta. Þið megið alveg spyrja og athugið eitt. Við eigum öll sama stefnumótið við sama frelsara. Við skulum byrja saman. Jesús, þú sem vill lausnar okkar. Þú sem gefur okkur að vita hvað framundan Þú sem leyfir okkur að sjá hvernig hlutirnir að fara. Drottinn, að við megum fela okkur í þína hendi. Að við megum hjúra okkur það, Drottinn minn. Þú tekur okkur að þér og við fáum að vera örugg þar sem þú ert. Jesús, þú fyrirgefur okkur syndir okkar. Þú endurnýjar okkur og endurskapar okkur til þinna dýrðar og þú hjálpar okkur til þess að við fáum að vera einstaklingar sem varðveitumst í þér. Tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni,
og í okkar hjarta. Drottinn, þannig kom þetta fram. Og náð Drottins Jesú Krists, kærleikur Guðs og samfélag heilags anda verið með ykkur öllum. Í Jesú nafni. Amen. Dýr sé Guði. Við syngja eitt kóralók og ef þú ert fyrirbæn og þá er velkomin að koma hérna fram. En við ætlum að bara tala við Jesú og það er kaffi uppi á eftir, bara smá stund.